Þá næst það starfsáætlun og stefnuræða stjórnar Akureyrarstofu. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu, gerir grein fyrir starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu. Þá bjóðum við Unnar Jónsson velkomin í pontu. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu þannig skipuð að ásamt mér sem formaður Sigfús Karlsson frá Framsóknarflokki varaformaður og aðrir stjórn eru Anna Hildur Guðmundsdóttir frá L-lista, Hildur Friðriksdóttir frá Vinstri grænum og Eva Hrund Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki. Auk þess Eva Dögg Fjölnisdóttir áheyrnarfulltrúi frá Bjartri framtíð. Þórgnýr Dýrfjörð deildarstjóri Akureyrarstofu sem hluti af samfélagssviði núna og því stýrt af Kristni J. Reymarsinni. Á Akureyrarstofu starfa 3 verkefnastjórar, hver á sínu sviði, menningarmála, markaðs- og kynningarmála og ferðamála. Verkefnastjórnum vegna viðburða dreifist nú á alla verkefnastjóra Akureyrarstofu og deildarstjóra í stað þess að vera á höndum hvers og eins eins og áður var. Að auki heyra yfirmenn Amtsbókasafnsins, Héraðsskjalasafnsins, Listasafnsins og upplýsingamiðstöðvar ferðamanna til stjórnendateymis Akureyrarstofu. Samkvæmt samþykktum eru helstu verkefni stjórnar Akureyrarstofu að stuðla að öflugu starfi í málaflokkum sínum og hafa það samstarf við aðila sem starfa á því sviði, meðal annars með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við. Að efla og samræma kynningar og markaðsmál Akureyrarbæjar, að eftirlit með rekstri stofnana Akureyrarbæjar sem starfa á verksviði hennar, að fylgjast með starfsemi stofnana og félaga njóti að styrkja stjórnar Akureyrarstofu, að líta eftir að til séu sem gleggstar upplýsingar verkefni stjórnarinnar og upplýsingar þá þjónustu sem í boði séu aðgengilegar á einum stað fyrir bæjarbúa, ferðafólk og aðra. Að hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við ráðuneyti samstarf ríkisins og Akureyrarbæjar málefni á verksviði stjórnarinnar. Að skapa samráðsvettvang milli bæjarfélagsins og hagsmunaaðila á verkefnasviði stjórnar Akureyrarstofu. Þessu til viðbótar atvinnumál á könnu Akureyrarstofu eftir að atvinnumálnefnd var lögð niður. Miðpunktur starfseminnar Akureyri en Akureyrarstofa tengiliður Akureyrarbæjar við þá aðila sem annast ferða, þróunar og markaðsmál í nágrenni Akureyrar, svo sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, Flugklassan R66 og eftir atvikum Eyþing. Í samstarfssamningi Samfylkingar, Framsóknarflokksins og L-listan meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Akureyrar árin 2014 og 2018 eftirfarandi atriði tiltekin á verksviði Akureyrarstofu sem á vinna að á kjörtímabilinu. Efla markaðsrannsóknir og markaðssókn í ferðaþjónustu allt árið, stuðla að atvinnu frumkvæði á öllum sviðum, skapa umhverfi með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, beita sér fyrir öflugu millilandaflugi allt árið, marka skýra stefnu í málefnum norðurslóða, auka vægi lista og menningar í skólastarfi og uppeldi barna, efla lista og menningarstarf, styðja við uppbyggingu menningar sem atvinnugreinar, auka samstarf og samrekstur menningarstofnana, tengja betur menningarstofnanir og skólastarf, hefja undirbúning að stofnun listaskóla barna og unglinga, ljúka byggingu listasafnsins. Nokkrum þessara verkefna sinnt samkvæmt ferðamálastefnu sem samþykkt var 2016 og atvinnustefnu sem samþykkt var árið 2014. Sum þessara verkefni þess eðlis að þeim stöðugt unnið, önnur hægt að haka við að sé lokið eða verði lokið. Þar ber auðvitað listasafnið og nýr samningur við menningarfélag Akureyrar hvað hæst. Ég leyfi mér að trúa því að listasafnið muni breyta gilinu mikið og það verði ekki samt eftir. Bæði vegna þeirra öflugu starfsemi sem það mun fara fram og einnig varðandi líf í kringum kaffihúsið og breytingu á ásýnd með glæsilegu og uppgerðu húsi. Samningurinn við MAG mun efla atvinnustarfsemi í menningargeiranum svo munar. Öðrum verkefnum meira sinnt með nokkurs konar eftirlits- og stuðningshlutverki Akureyrarstofu, til dæmis varðandi Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Markaðsskrifstofu Norðurlands. Ég minntist á það í ræðu minni í fyrra og í hittifyrra að ég teldi nauðsynlegt að sameina rekstur Eyþings, Atvinnuþróunarfélagsins og Markaðsskrifstofunnar og helst með Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga.
Mér langar þó til að brýna bæjarstjórn enn og aftur því eftir sem tími líður verði sífellt samfærari nauðsyn þessa. Ég held að hindranir í að sameina sem aðalega eru mismunandi starfsfræði megi auðveldlega leysa með samningum. Sameinað félag sem tæki við starfsemi þessara þriggja yrði mun öflugra baráttatæki fyrir Akureyrarbæ og Norðurland allt heldur en þau megna nú hvert í sínu lagi. Það þarf áræðni til að ráðast í breytingar og hana má ekki skorta þegar að markmiðið er skýrt. Þó að vegurinn framundan sé ekki öllu leyti greiðfær, þá þarf að gera þetta. Akureyrarbær verður að hafa frumkvæði að þessu og gera það sem þarf til að hrinda ferlinu af stað. Auðvitað í samráði við önnur sveitarfélög sem að þessu koma, en Akureyrarbær hefur hikað og lengi að mínu mati. Málið hefur verið skoðað af Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri og myndin sem þarf að dreginu upp að býsna skýr. Þó svo þar hafi ekki komið fram bein afstaða, enda var ekki til þess ætlast af skýrslu höfundum. Mér langar ekki að bæta aðeins við þetta að það er ýmislegt annað sem kemur inn í þetta líka í samrekstri félagana að það er hreinlega sparnaður í mannafla. Það eru 3 framkvæmdastjórar, hver með sinn húsaleigusamning, hver með sitt tölvukerfi, hver með sín starfsmannamál og svo framvegis og þetta er miklu öflugra í einu lagi. Í byrjun þessa árs var gengið frá samningi milli Akureyrarbæjar og Menningarfélags Akureyrar, MAK. Samningurinn gildir til næstu 3 ára og markar lok tilraunatímabils frá því að MAK var stofnað og látið reyna á samrekstur félagana sem standa Menningarfélagi Akureyrar. Menningarfélag Akureyrar, Menningarfélagsins Hofs, Sinfóníuhljómsveitar og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Leikfélags Akureyrar. Samstarf félagana 3 sem standa MAK hefur gengið vel og kostir þess að hafa þennan hátt á eru ótvíræðir. Nýr samstarfssamningur Akureyrarbæjar og ríkisins menningarmál er í burðarliðnum og er því sem næst tilbúin til undirritunar. Samkvæmt honum hækka framlög ríkisins árlega 23 milljónir króna, auk þess sem gert ráð fyrir að framlögin verði endurbætt á gildistímanum. Í því felast veruleg tímamót og fyrsta sinn sem það næst fram. Hugmyndalegur grunnur undir samninginn er líka styrktur en í honum segir meðal annars í markmiðskafla að einn tilgangur hans sé að styrkja þá innviði sem felast í öflugu menningarstarfi og fjölbreyttum menningarkostum fyrir íbúa og listafólk. Leggja ríki og bæ sín lóð á þær vogarskálar að efla búsetukosti á Norður- og Austurlandi. Það kemur heim og saman við þá hugmynd að gott menningarstarf sé nauðsynlegur þáttur í hverju eftirsóknarverðu samfélagi. Í síðustu 2 menningarsamningum hafa framlög ríkisins hækkað úr 138,2 í 195 milljónir á ári og það er veruleg bót. Aukin fjárframlög ríkisins til menningarstarfsemi ásamt verulega auknum framlögum Akureyrarbæjar til MAK gerir það loksins mögulegt aftur fyrir leikfélagið að hafa fastráðinn leikhóp. En mun auðvitað þurfa að berjast fyrir auknum framlögum frá ríkinu til að jafna stöðuna gagnvart þeim stofnunum sem ríki fjármagnar í Reykjavík, en þetta er góður áfangasigur. Hann má án efa þakka þeirri baráttu sem bæði Akureyrarstofa og eins MAK stóðu í með miðlun upplýsinga, en auðvitað lögðust fleiri á árarnar bæði bæjarstjórn og bæjarstjóri. Rekstur MAK er nú í öruggum höndum og upplýsingum hann er miðlað reglulega til bæði stjórnar Akureyrarstofu og fjármálastjóra bæjarins og þetta eru reynda skýr ákvæði í nýjum samningi. Í fyrra var umgjörð sumarhátíðir Akureyrar endurskoðuð, meðal annars með því að standa fyrir fundi með hagsmunaaðilum og almenningi. Eftir það vinnu var ákveðið að breyta til og gekk það vel síðastliðið sumar. Hátíðirnar í sumar verða því haldnar með líku sniði og í fyrra og nýtist og vinna sem þá var farið í einnig fyrir sumarið í ár og ef til vill eitthvað áfram, með því að nota sömu eða svipaðar aðferðir og yfirbragð. Í ár verður því aftur haldin vegleg Jónsmessuhátíð sem stendur í einn sólarhring með þéttri og líflegri dagskrá. Listasumar er nokkurs konar vörumerki eða samnefnari fyrir listviðburði í júlímánuði og þá geta þeir sem standa fyrir viðburðum notið aðstoðar og kynningar frá Akureyrarstofu. Akureyrar Vaka verður á sínum stað með líku sniði og í fyrra.
Eins og áður hefur getið var ný ferðamálastefna samþykkt á árinu 2016. Stefnan er hnitmiðuð og henni fylgir verkefnalisti fyrir yfirstandandi ár þar sem tilgreint er hvaða verkefni á að vinna og hver ber ábyrgð á þau gangi eftir. Verkefnalistin verður endurnýjaður árlega í tengslu við fjárhagsáætlun fyrir komandi ár. Einnig fylgir ferðamálastefnunni samantekt með tölulegum upplýsingum sem nýtist til að mæla árangur af stefnunni og það er Akureyrarstofa sem bera mestu ábyrgð á eftirfylgni með hinni nýju ferðamálastefnu. Stjórn Akureyrarstofu hefur reynt á forgangsraða verkefnum í aðgerðaráætlun ferðamálastefnunnar og skipt verkefnum niður á ár. Fyrir árið 2018 er eftirtalin verkefni sett á oddinn. Í Grímsey, námskeið og vinnustofur. Akureyrarstofa sótti styrk í uppbyggingarsjóð fyrir þetta verkefni sem fékkst á þessu ári. Það gengur út á að halda námskeið varðandi hönnun minjagripa sem framleiddir yrðu í eyjunni. Bætt aðstaða á tjaldstæðinu í Grímsey. Aukin markaðssetning á sérstöðu Grímseyjar. Akureyrarstofa sótti og fékk styrk í þetta verkefni frá uppbyggingarsjóði á þessu ári. Hrísey, þróuð verði og kynnt aðstaða fyrir fundi og samkomur í eyjunni. Í öllu kynningarefni sem Akureyrarbær sendi frá sér verði reynt að koma framfæri áherslum sveitarfélagsins á umhverfisgæði og umhverfismál. Flokkunartunnur verði settar á fjölförnum leiðum. Settar á fót ráðstefnu klasi sem hefur það markmiði að efla stærri fundi á Akureyri og fjölga þeim. Þetta er samstarfsverkefni Akureyrarstofu MAK og Markaðsskrifstofu Norðurlands. Markvisst verði unnið að stuðningi við nýsköpun og hvatt til aukinnar vöruþróunar á sviði ferðaþjónustu á Akureyri. Þróun á sumarafþreyingu á Akureyri og aukin áhersla á Hlíðarfjall sem einn af helstu seglum Akureyrar allt árið. Vonir á skýrslu frá Hlíðarhrygg EHF núna á allra næstu dögum mögulega úthýsingu á rekstri Hlíðarfjalls. En inn í þeim hugmyndum er einmitt lögð áhersla á heilsársstarfsemi í fjallinu. Akureyrarbær setur sér á hverjum tíma stefnu hvaða viðburði mest áhersla er lögð á með tilliti til þátttöku í framkvæmd og markaðssetningu. Bæjarstjórn þarf að halda áfram að beita þrýstingi á ríkið vegna endurbóta á Akureyrarflugvelli. Ef maður kannski aðeins verið útúrdúr á þessum stað utan ræðu að þá er ekki hjá því komist í þessu að nefna Superbreak og þau vandræði sem urðu í nokkrum flugum hjá þeim. Það er auðvitað sárgrætilegt að hinn aðflugsgeislinn kom ekki á völlinn fyrir eftir að flugfélagi er búin að lenda ítrykkað í mjög miklu vandræðum. Og þetta kannski að mínu viti setur aukna pressu bara á Akureyrarbæ að berjast meira fyrir áframhaldandi uppbyggingu á vellinum og flughlaði verið klárað því að það stendur þróun á vallarins fyrir þrifum. Það eru fyrirtæki sem hafa beðið eftir að flughlaði komið til að hefja frekar uppbyggingu. En það er gaman að segja frá því að Rannsóknarmiðstöð ferðamála vann ferðavenjukönnun á Akureyri síðasta sumar og var það meðal annars gert að áeggjan Akureyrarstofu. Niðurstöðurnar eru margt athyglisverðar. Í inngangsupplýsingum kemur fram að áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna í Eyjafirði hafi vaxið úr 151.000 árið 2010 í 459.000 árið 2016 og áætlað er að þeir hafi verið 565.000 á Akureyri árið 2017. Það er ljóst að þessi aukni fjöldi hefur haft mikil áhrif á þróun ferðaþjónustu hér á Akureyri og í nágrenni og það er einnig ljóst að í þessu mikla fjölda felast gríðarmörg tækifæri. Þá kom fram að hvalaskoðun óx afgerandi langmest í Eyjafirði milli áranna 2016 og 2017 eða 37%, á sama tíma dróst hún saman 4% á Faxaflóa. Of langt mál er að fara í allar niðurstöður hér en gistihlutfall ferðamanna er hér 50% sem er því hærra sem gerist utan höfuðborgarsvæðisins, ef frá er talin Höfn í Hornafirði. Mig langar að nefna sérstaklega að 77% gesta Akureyrar höfðu tekið ákvörðun að heimsækja bæinn áður en héldu af stað í ferðalagi til Íslands. Og maður hafa það til marks að Akureyri er með sterkari áfangastöðum landsins. Til samanburðar má geta þess að hlutfallið er 78% í Reykjavík og 30% í Borgarnesi. Þetta eru afar ánægjulegar vísbendingar að hugmyndin Akureyri sem sjálfstæðan áfangastað en ekki viðkomustað sé að styrkjast. Í nokkrum tíma hefur legið fyrir að Akureyrarbær þurfa að móta sér sérstaka stefnu í upplýsingamálum. Í upphafi árs samþykkti bæjarráð að fela stjórn Akureyrarstofu að vinna málið áfram og
var samþykkt á fundi stjórnar þann 18. janúar að skipaður yrði vinnuhópur með fulltrúum frá hverju sviði sem myndi vinna slíka stefnu. Átti hópurinn að skila af sér drögum fyrir 1. apríl síðastliðinn. Á fundi síðustu viku voru kynnt drög að stefnunni og munu þau verið send út til annarra nefnda til umsagnar. Í upphafi gerðum við ráð fyrir að stefna fyrir vefi bæjarins yrði hluti upplýsingastefnunar, en nú sýnist okkur að skýrara og markvissara sé að gera sérstaklega grein fyrir vefstefnu og verklagi við þróun og nýtingu þeirra í sérstefnu. Kynningar og markaðsmál eru kannski rauði þráðurinn í eða það sem sameinar starfsemi Akureyrarstofu. Öll önnur verkefni tengjast í gegnum kynningamálin. Síðustu áramót var formlega sú breyting að vefstjórn á vef Akureyrarbæjar akureyri.is fluttist til stjórnsýslusviðs, en vefstjórn á visitakureyri.is verður áfram hjá Akureyrarstofu sem og ritstjórn frétta á akureyri.is. Akureyrarstofa kemur að gera ýmiss konar útgáfu kynningarefnis á sviði ferðamála og kynningar á Akureyri úthafið og innávið, þar með talið ársskýrslu Akureyrarbæjar. Jafnframt annast Akureyrarstofa almannatengslarhlutverk eins og að semja fréttatilkynningar og koma málstað Akureyrarbæjar til skila sé þess þörf. Málaflokkar þeir sem heyra undir Akureyrarstofu ekki umfangsmiklir í samanburði við þá stærstu sem sveitarfélagið hefur með höndum. Þannig áætlað að til menningarmála fari úr bæjarsjóði á yfirstandandi ári 782 milljónir króna. En þá þess að geta að 430 milljónir af því fara í innri húsalegu og lausafjárlegu til fasteigna Akureyrarbæjar og 353 milljónir króna til annars rekstrar. Málaflokkurinn næstum tvöfaldaðist í umfangi þegar hóf var tekið í notkun á sínum tíma, en meginhluti þess umfangs húsalega af því glæsilega mannvirki. Eiginlegur vöxtur í framlögum beint til menningarstarfsemi hefur lítill sem engin verið síðan hrun. Á því var umtalsverð breyting með áðurnefndum nýjum samningi við MAG, þar sem ríki og bær bættu ríflega 50 milljónir króna í framlög sem renna öll til eflingar skapandi starfs en ekki til reksturs steinsteypu. Til atvinnumála er ætlaðar 173 milljónir króna á yfirstandandi ári, en í þeim málaflokki innirlega engin. Inn í þessari fjárhæð allur rekstur Akureyrarstofu og stjórnar Akureyrarstofu. Akureyrarstofa hefur umsjón með skáldahúsunum og fleiri eldri húsum í eigu bæjarins. Á síðasta ári voru samþykktar nýjar viðmiðunarreglur vegna afnota af Laxdalshúsi, Fríbjarnarhúsi og Guðmannsminni eða Gamla spítala. Þau tvö fyrrnefndu voru auglýst og leigð út samkvæmt nýju reglum og það þriðja hafði áður verið ráðstafað, eða því þriðja hafa áður verið ráðstafað undir starfsemi Aflsins hér á Akureyri. Þá var farið í skoðun á því hvernig best var að nýta sigurhæðir sem hafa nýst fremur illa undanfarin ár. Niðurstaðan varð að breyta þeim með rithöfundasetur. Stofnsetning þess er nú í undirbúningi og vonast standa til að það geti hafið starfsemi í haust, en endurbótaframkvæmdir standa nú yfir á húsinu. Á síðasta ári var jafnframt tekin ákvörðun að hætta nýtingu rýmisins eða dynheima og umhverfis- og mannvirkjasviði farið að selja húsið sem og var gert. Með því að nýta betur eða selja hús sem nýtast illa og mögulega auka fé til eiginlegar starfsemi, og það því brýnt að vera vakandi á þessu sviði. Á síðasta ári var gengið frá samkomulagi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekstur frumkvöðlaseturs og tekið frá leigu húsnæði undir starfsemi á áberandi og góðum stað í Glerárgötu. Setrið hlaut nafnið Verksmiðjan og var opnað formlega þann 18. maí á síðasta ári. Starfsemin hefur farið vel af stað og þeir frumkvöðlar sem þar starfa eru ánægðir með aðstöðuna og stuðninginn frá Nýsköpunarmiðstöð og Akureyrarbæjar væntanlega líka. Hins vegar mætti nýtingin vera mun betri og nú stendur yfir kynningarátak Nýsköpunarmiðstöðvar á þeim möguleikum sem í aðstöðunni felast. Akureyrarstofa er tengiliður bæjarins við FabLab verkstæðið sem staðsett í VFMA og árlegur stuðningur Akureyrarbæjar við það fer í gegnum Akureyrarstofu. Samningur stuðningin er nú á síðasta ári og framundan er því endurskoðun og líkindum ný samningagerð framhaldið. Eins og áður hefur komið fram þá fluttust atvinnumál aftur til Akureyrarstofu frá atvinnumálanefnd á síðasta ári. Verkaskipti milli Akureyrarstofu og Atvinnuþróunarfélagsins er enn í mótun, en meginlínan hefur verið að sem mest verði á höndum AFE, enda er atvinnuþróun í firðinum og hér í bænum nátengd og Akureyri oftar en ekki lykilbreyta í samhengi sveitarfélaganna. Á síðasta ári var þannig tekin ákvörðun að verkefni brothættar byggðir flyttist til AFE með það markmiði að nýta samlegð og samnýtingu
sem fæst fram. Auk þess það talin kostur að verkefnisstjóri verkefnisins standi aðeins utan bæjarkerfisins sem honum oftar en ekki ætlað að ýta á eftir. Að sinni var tekin ákvörðun að ráða ekki sérstakan verkefnisstjóra atvinnumála á Akureyrarstofu en láta heldur reyna á hver kjarni verkefna verði þegar ljóst hvað AFE tekur að sér og hvað fólgið í hlutverki annarra, svo sem nýsköpunarmiðstöðvar og jafnvel Eyþings. Því má heldur ekki gleyma að stærsta beina aðkoma Akureyrarstofu atvinnumálum í gegnum ferðamál og svo verður að líkindum ennum sinn, enda hefur svo vinna reynst farsæl og samvinna við geirann verið með ágætum. Það má að nefna að eftir stjórnkerfisbreytingar stjórnur Akureyrarstofu í höndum deildarstjóra sem hefur minna stjórnsýsluhlutverk en framkvæmdastjóri hafði og getur það einbeitt sér í auknum mæli að faglegum verkefnum. Ég þakka samstarfsfólki mínu í stjórn Akureyrarstofu kærlega fyrir samvinnuna. Hún góð og samkomulag í nefndinni gott. Mál yfirleitt afgreitt samhljóða eftir lifandi umræður, kannski stundum full langar en oftast gagnlegar. Þessu erindi fylgja tvær myndir. Þetta eru myndir sem þið hafið séð áður, en það kannski ástæða til þess að halda þeim bara lifandi og fólk sem meðvitað hver staðan bara þegar borin eru saman framlög ríkisins til menningarmála eða stofnana ríkisins og þessa verkefni sem Akureyrarbær sér fyrir hönd ríkisins. Það munurinn ennþá mjög mikill og ástæða til þess að halda áfram á sömu braut og verið hefur undanfarið að auka framlögin. Kannski aðeins að bæta við svona síðustu, kannski ef við má út á umræðin hérna áðan. Ég var að skoða gamalt dót þegar við vorum að flytja úr Lárusarhúsi Samfylkingin í vetur og þar voru gamli kosningabæklingar og ég sá einn frá 98 þegar Akureyrarlistinn var hét og eitt af þeim verkefnum sem þá voru talin upp sem brýn var sameining Atvinnuþróunarfélagsins og fleiri stofnana. Þannig að þetta ekki nýtt. Takk fyrir mig. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu, hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Unnari formanni fyrir yfirferðina og bara mjög gott samstarf. Ég segi að við erum forréttindi að fá að sitja í stjórn Akureyrarstofu. Þetta eru einstaklega skemmtilegir og áhugaverðir málaflokkar sem við höfum þarna undir og stjórnin og starfsmenn bara einstaklega skemmtilegir, finnst mér. En ég get allan ekki kvarta yfir því að hafa ekki fengið tækifæri á að hafa áhrif að inni, alls ekki og þó ég sé minnihluta. Við vorum til dæmis með 12 atriði á okkar stefnuskrá sem kom að ferða- og menningarmálum og síðan 10 snúa að atvinnumálum og unnið hefur verið að öllum þessum málum á þessu kjörtímabili. Og til dæmis get ég tekið fram að allir okkar punktar fóru inn í ferðamálastefnuna en ég satt reyndar í þeim hópi sem myndaði hana. Þannig að ég tek undir með Unnari að samstarfi hefur verið gott og ég get allavega bara þakka fyrir það að fá láta rödd mín að heyrast og þess að þið tekið tillit til þess að þar sagt. En Unnar kom aðeins inn á stjórnskipulagsbreytingarnar. Ég tel að þær hafa bara verið jákvæðar en það er líka bara spennandi að sjá hvernig það kemur út að viðburður sé á herðum alla verkefnastjóra en ekki á herðum eins. Og þess vegna langar við líka bara að nýta tækifæri og þakka fyrrverandi starfsmanni henni Huldu Sif sem hefur fært sig til í starfi sem var áður að sinna þessu verkefnum fyrir bara rosalega flott og gott starf. Hún sinnti þessum málum einstaklega vel og ég er bara mjög spennt að sjá Almar sem að koma mjög kraftmikill inn þannig að það bara held ég spennandi tímar hjá Akureyrarstofu framundan. Á þessu kjörtímabili kom atvinnumálanefnd og hún fór eins og bæjarfulltrúi Gunnar kannski spáði hér fyrir og nú atvinnumálin undir stjórn Akureyrarstofu. Mér finnst nú ekki hafa fyrir mikið fyrir þeim innan nefndarinnar og nema þá bara hvað var það ferðamálin. Við sjálfstæðismenn vorum með rýnihóp daginn þar sem við fengum til okkar fulltrúa úr atvinnulífinu og ég stýrði þeim hópi og þar spurði ég það út í sýn þeirra á Akureyrarstofu gagnvart atvinnulífinu og sýn þeirra var að það væri í rauninni engin tenging
við atvinnulífið. Þeir sjá ekki Akureyrarstofu sem tengingu við atvinnulífið, heldur horfa þeir aðalega á atvinnuþróunarfélagið. Og mér finnst það kannski bara að styðja þá umræðu sem við höfum verið að tala að færa bara í meira mæli atvinnumálin þangað inn í atvinnuþróunarfélagið og gera í rauninni þá bara samning hvað við viljum fá út úr atvinnuþróunarfélaginu fyrir Akureyrarbæ. Þannig að ég spurði líka út í atvinnustefnuna sem var gerð hér á síðasta kjörtímabili. Enginn í hópnum kannaðist við að henni hefði verið lokið og hefði aldrei fengið kynningu á henni og ekki séð hana. Það kom mér verulega óvart. Þannig að ég held bara að við þurfum aðeins að hýsa upp okkur buxurnar í þeim efnum og allavega ef við ætlum að fylgja henni eftir að þá verðum að kynna hana betur fyrir atvinnulífinu af því að mikill hluti af stefninu einmitt þess efnis að atvinnulífið sjálft að framkvæma og gera. Þannig að þetta bara kom mér á óvart, þannig ég vildi bara deila þessu með ykkur. Já, ég tala mikið fyrir því á þessu kjörtímabili að við greinum samkeppnishæfni bæjarins gagnvart öðrum sveitarfélögum. Þetta ekki komið af stað, ég veit að það búið að vera að reyna að leita gömlum upplýsingum sem voru gerðar hérna áður fyrr. Mér finnst bara rosalega mikilvægt að við vitum hvar við stöndum í dag gagnvart öðrum sveitarfélögum í þessum efnum og vinnum síðan bara í framhaldinu út frá því hvernig við ætlum að markaðsetja okkur og hvernig álögur við viljum hafa til þess að laða að okkur atvinnulíf og halda því sem fyrir Ég sit í stjórn Eyþings og hefur gert allt þetta kjörtímabil. Ég hef talað fyrir því eins og Unnar, formaður, að við horfum til sameiningar. Og mér finnst það í rauninni allt bara benda til þess að það verði í framtíðinni. Ég veit ekki alveg, ég held að við hefum ekki að fara einhverja þvingunar aðgerðir í þeim efnum. Ég held þetta sé smá saman bara að koma, ég veit að atvinnuþróunarfélögin farin að vinna meira saman, heldur var gert og kannski rétt að bæjarfulltrúi Baldvin komi inn kannski, eða upp hér á eftir og segja ykkur kannski betur fara á því. Þannig að ég tek undir allt sem þú segir, varðandi kostnaðinn og bara, ég held bara miklu meiri umræða skapist og það verði miklu meiri þekking til þegar fleiri starfa saman og ég held að það verði bara veruleg styrking fyrir svæðið hér held ef að atvinnuþróunarfélögin 2 sameinast og Eyþing. Ég hef sett smá spurningamerki við markaðsstofuna. Ég ætla þó ekki að segja nei að hún eigi ekki að sameinast hér og nú. En ég hef sett pínu spurningamerki því hún öðruvísi samsett, hún ekki eingöngu í eigu sveitarfélagana. Þannig að, og eins sé ég kannski fyrir mér að þegar ferðamál bara komin í gott lag hérna á svæðinu, að sveitarfélögin muni kannski smá saman draga sig út úr markaðsstofunni. En þetta bara vangaveltur, ég segi, ég ætla ekki að segja nei í dag, en það kannski samfæri mig aðeins betur að það eigi að vera hluti af kökunni. Já, ef við kemum inn á ferðamálastefnuna, ég tók þátt í þeirri vinnu og það var mjög skemmtilegt og ég var mjög ánægð með hvernig var staðið að þeirri vinnu og starfsmenn stóðu sig gríðarlega vel. Við höfum verið að fylgja verkáætlun sem við gerðum meðfram henni. Mér finnst mér mjög mikilvægt að plagg sem gott að hafa til hliðsjónar. Eitt af stóru málunum eins og Unnar kemur inn og það millilandaflugið og það bara erum við náttúrulega, við erum að reyna að láta rödd okkur heyrast, ég held við þurfum að vera ennþá í rauninni öskra ennþá hærra því að það eins og maður heyrir alveg að allir eru farnir að tala allt Ísland allt árið en svo fylgir ég ekkert fjármagn. Ég var bara í heimsókn hjá lögreglunni í síðustu viku þar sem þeir voru að segja mér að þeir fá ekkert fjármagn til að auka tollgæslu á flugvöllunum þó að það allan ekki komið. Samt flug komið, súpubreykið komið, þannig að og svo eins og Unnar kom inn á varðandi aðflugsbúnaðinn, það flughlaðið, við erum með fólk í rútum út á flugvallarsvæði af því að flugstöðin ekki nógu stór. Þannig að en á sama tíma heyrir maður fyrir sunnan fólk kvarta undan ferðamönnum að þeir séu margir, þannig að þarna verður fjármagn að fylgja til þess að við getum haldið áfram þessi verkefni og var mjög ánægilegt að sjá og heyra tölurnar aukninguna og eins og Unnar kom inn á áðan á ferðamönnum.
og ég til bara markastofan hafi líka bara verið að standa sig bara vel. Það er ekkert sjálfsagt að Norður Ísland sé áfangastaður Lonely Planet. Þannig að ég held að það hafi ekkert gert það sjálfu sér. Þannig að ég held að við megum alveg hrósa þeim hér. Við tölum fyrir því með áframhaldandi uppbyggingu Hlíðarfjalli, þannig ég er mjög spennt að sjá hvað skýrslan mun segja, því að við tölum að það er í kosningabaráttunni okkar síðast að við mættum alveg horfa til þess að einkaaðilar kæmu þar að. Þannig að ég er bara mjög spennt að sjá hvað kemur út úr því. Eins í ferðamálastefnunni lögð áhersla á íþróttatengda ferðaþjónustu. Þannig ég verður bara að koma inn á bara hvað þetta er orðið frábært hérna. Bara síðustu helgi, AK Extreme í gangi, risastórt fótboltamót í Boganum, fitnesskeppnin í Eyjafirði. Það var gríðarlegt líf hérna í bænum og ég heyrði fólk kvarta í rauninu undan að það eiginlega verið of margir í sundlauginni þessa helgi, en sem er bara frábært. Þannig bara viljum við hafa að það sé hér mikið að vera og líf og fjör. Og framöndan alltaf handriðsandarleikarnir, þannig að það er mikið í gangi. Þá komum við að listasafninu. Ég náttúrulega fagna því að við séum að fara í framkvæmdir á listasafninu og við tölum alltaf fyrir því, við sjálfstæðismenn. En eins og ég hef margoft sagt, við ætluðum okkur kannski ekki að fara í svona stóra framkvæmdir. Ég vildi ekki útiloka það möguleika að hafa aðra starfsemi í framtíðinni í Ketilhúsinu. Hugsanlega erum við ekki búin að útiloka það, en við erum allan kannski búin að útiloka það möguleika að við getum selt Ketilhúsið. En ég hef svona ítt undir það, og eins og fleiri reynda flokkar hafa gert hér, ég vil svona sjá að við séum að nýta Ketilhúsið í að auka tekjur í meira mæli heldur en bara í aðgangseyri. Ég líka hef sett smá fyrirvara á rekstraráætlun fyrir listasafni. Ég held að þetta eigi eftir að vera okkur kostnaðarsamara heldur en við gerum okkur grein fyrir í þeim áætlunum. Og ég tala nú ekki við áætlunum var bara 400 milljón, ég veit nú ekki einu sinni hvað talan er komin upp í dag varðandi framkvæmdina. En á sama tíma fagna ég að við séum að fara í að bæta þar úr, en ég vil líka hrósa starfseminni sem er í listasafninu. Mér finnst þau að vera með flottar sýningar og þannig að starfsmenn er að standa sig vel og mér finnst þau líka vera að gera vel í því að kynna börnum fyrir listum og mér finnst það vel. Samningur við ríkið, auðvitað á þakka fyrir það sem vel er gert og ég er mjög ánægð að það hafi bæst í kökuna fyrir okkur, en á sama tíma finnst mér ennþá vera ósanngjarni í hvernig fjármagni skiptist á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar í menningarmálum. Þannig ég held að við þurfum ennþá að hamra járnið. Ég tel okkur líka hafa verið heppin. Við vorum með ráðherra héðan á meðan að hluta samningsgerðinni var og ég held að það hafi hjálpað okkur. Þannig að ég er bara ánægð og auðvitað á maður eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á maður líka vera ánægður og fagna og vera jákvæður. Og það er náttúrulega þessi aukning gerir okkur kleift líka að bæta verulega í magn og mér finnst þau búin að vera að gera mjög góða hluti. Ég er mjög ánægð að sjá að reksturinn hefur snúist við og er á réttri leið núna, að uppselt sé á 14 tónleika á síðustu 8 mánuðum hjá sinfóníuhljómsveit á Norðurlandi finnst mér geggjað. Mér finnst það algjörlega geggjað. Og líka það við sem búin að skapa hér nýja atvinnustarfsemi með upptökum. Ég held að þar sé bara endalausir vaxtarmöguleikar, þannig ég bara hlakka til að sjá hvernig MAG næra að markaðsetja það, þannig að við fáum hér áfram og í meira mæli stór og flott verkefni. Eins og Unnar kom inn á þá náttúrulega var farið í því að breyta aðeins fyrirkomulagi hátíða og tel ég það bara vel. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum samt sífellt að vera með í endurskoðun hjá okkur og mér langar að koma inn á því að nú í fyrsta skipti í ár á að vera haldin barnamenningarhátíð
og algjörlega að frumkvæði grasrótarinnar. Mér finnst það bara frábært og mér finnst einmitt að þegar svoleiðis þegar fólk fullt af áhuga og tilbúin að leggja hönd á plóg, þá eigum við að stökkva á vagnin og taka þátt, og ég veit að starfsmenn Akureyrarstofu að gera það, en ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að horfa til að gera árlega. Þetta hefur tekist vel hjá Reykjavíkurborg og að virkja börnin okkar á þennan hátt held ég sé bara mjög jákvætt. Þannig að ég vil bara þakka þeim aðilum sem að standa þessu og koma þessu á koppinn bara fyrir. Varðandi kynningamálin, þá kom ég Unnar inn á í bígerð sé upplýsingastefna. Ég sagði á síðasta fundi, við fengum kynningu á drögum að henni. Ég var fyrir pínu vonbrigðum, ég hélt að við værum að fara aðeins öðruvísi vinnu. Ég svona pínu upplifa að þetta verði pínu skúffuplagg, nema þá við gerum mjög ítarlega aðgerðar áætlun með. Mér finnst að það hefði átt að vera svona aðeins meiri markmiðasetning í þessari stefnu, þess að hafa svona markmiðatengda. Ég hefði til dæmis vilja sjá meira rafræna stjórnsýslu og mér finnst við þurfum að setja okkur meiri markmið í þeim efnum. Síðan hef ég verið að leggja áherslu á það, mér finnst við þurfum að markasetja betur og nýta betur mínar síður á heimasíðun okkar. Ég til dæmis spurði á bæjarmálafundi hjá okkur í gær hversu margir vissu að þeir ættu síðu hjá Akureyrarbæ. Það voru bara þeir sem unnu hjá Akureyrarbæ eða voru bæjarfulltrúar. Aðrir bara vissu ekki af því að þeir ættu síður inn á vefnum. Þannig að ef við ætlum að fara að nýta þetta í meira mæli, þá þurfum við líka að markasetja það. Ég finnst til dæmis að við að setja okkur markmið bara allar umsóknir verði orðnar rafrænar innan ákveðins tímamarka. En að öðru leyti var líka margt gott í þessari stefnu, en ég bjóst um að yrði ítalegri, en það kannski líka eins og formaður kom inn á það að bara ákveða að skiptinu býr tvennt og hafa aðra vefsíðu stefnu. Ég held að Unnar hafi ekki komið inn á gerð safnastefnu, en það á dögunni og það eitthvað sem mjög mikilvægt að við förum að gera, að við förum að ákveða hvernig ætlum við að taka ákvarðanir hvaða söfn eigi að vera hérna. Og þegar einhver kemur með og segir við erum búin að safna einhverju á að búa til safnúrið eða ekki, við erum ekki með neina stefnu í þeim málum, og mér finnst mjög mikilvægt að við förum að setja það á blað, þannig að við förum að vinna það markvisst. Við höfum mikið verið að tala um það innan stjórnarinnar og ég líka að tala um það hér, að markasetningu bara á Akureyrarbæ yfir höfuð. Það sem að já, takk fyrir. Það sem ég finnst kannski áðurum fyrir mig þá vegferð, þá þurfum við svolítið að vera að horfa á hvaða sviðsmynd ætlum við að bjóða upp á. Það var tekið fyrir í atvinnumálastefnunni, þar voru teknar fyrir 4 sviðsmyndir. Ég man nú ekki nákvæmlega hverja það voru, það var skólabærinn, iðnaðarbærinn. En þetta svo margt sem við erum stundum að tala um fjölskyldubæinn, við erum stundum að tala um skólabæinn, ætlum við að vera ferðabærinn, ætlum við að vera bær allra lífsins gæða, eða hvert ætlum við að stefna? Ætlum við að vera höfuðborgin Akureyri? Mér finnst svolítið kannski að við sem bæjarfulltrúar þurfum að marka stefnu í þessum málum. Þegar það svolítið öðruvísi að vera höfuðborgin Akureyri, eða vera skólabærinn Akureyri, eða vera iðnaðarbærinn Akureyri. Þannig að auðvitað getum við valið kannski fleiri en eitt, en mér finnst þetta sé umræða sem við þurfum að fara að taka. Mjög margt gott gert hjá Akureyrarstofu. Ég ætla samt líka að vera pínu gagnrýnin. Mér finnst stundum eins og verkefnin sé ekki nógu vel fylgt eftir og mér finnst stundum þurfa að ýta á að svo sé gert. Mér finnst áætlanagerð þurfa að vera markvissari. Ég var fyrir pínu vonbrigðum varðandi 10 ára áætlunina, vinnu hennar. Eins hef ég lagt til breytingar á því, við höfum núna til dæmis verið að heimsækja stofnanir sem að heyra undir Akureyrarstofu. Mér finnst alveg
mér finnst mjög mikilvægt að það sé gert bara á fyrsta ári hvers kjörtímabils, þannig að við séum þá að kynna okkur málin og því maður er að læra mjög mikið á þessum heimsóknum. Mér finnst líka, ég hef líka mælt fyrir því að við í stjórninni höfum fleiri opna fundi. Við gerum það í fyrra að mér finnst það bæði fyrir hagsmunaaðila og líka bara almenna bæjarbúa. Ég hef oft talað það hér, mér finnst skipulagsnefndin vera að gera vel í þeim efnum og mér finnst bara fleiri nefndir mætti horfa til þeirra. Og við áttum góðan fund, ég held að á þessu kjörtímabili hafi verið 1 fundur með hagsmunaaðila sem ég man allavega eftir og það var mjög góð fundur, það var þegar við vorum að endurskoða fyrirkomulag sumarhátíða og þannig að það er eitthvað sem við ættum að gera meira af. En ég ætla bara að láta þetta gott heiti bili, en að lokum vil ég bara þakka nefndarmönnum og starfsmönnum fyrir bara mjög gott samstarf. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og bæjarfulltrúi Eva að þakka Unnari, formanni Akureyrarstofu, bara fyrir mjög góða stefnuræðu. Og mér langar líka að taka undir með Unnari að við þurfum að sjá sameiningu Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna og markaðsskrifstofunnar. Því sameiningu getum við gert miklu betur. Vaðlaheiðargöngin fari Þingeyjarsýslu nær ykkur og stækka einnig þannig atvinnusvæðið og þannig þurfum við að fara að hugsa þetta fram á veginn. Samningur stuðninginn við FabLab-verkstæði á síðasta ári og endurskoðun framundan og ég vona bara að við sjáum að nýjir samningar verði gerðir framhaldið. Þegar kemur að menningafélaginu þá er frábært að sjá þá uppbyggingu sem eru orðið með menningafélaginu og þá ekki síst Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Með góðum aðbúnaði, velvilja bæjarbúa og góð starfsfólk getum við flutt fjöll eða jafnvel sagt flutt Hollywood til Akureyrar. Ef það er sagt í Sinfóníuhljómsveitinni fyrir 5 árum síðan að hann ætti eftir að spila undir í tónlist og Hollywood-kvikmynd, þá hefði hann verið álitinn brjálaður. Ég fagna því velgengni mag og því sem fer fram í hofi. Ánægt líka hefur það verið settur ákveðinn kraftur í ráðstefnuhald en til dæmis í gær og í dag hefur verið þemaþing Norðurlandaráðs og 200 gestir sækja þetta þing. Einnig tel ég mikilvægt að við höldum áfram með það samstarf sem við höfum haft í norðurslóðamálum, enda hefur Akureyri þróast í það að vera miðstöð norðurslóða á Íslandi. Síðastliðið haust samþykktum við hér í bæjarstjórn stefnu Akureyrarbæjar í norðurslóðasamstarfi og með henni erum við að leggja ríka áherslu á virka þátttöku í norðurslóðamálum innanlands sem utan. Í lokin, það má segja loksins þegar Superbreak hóf flugferðir frá Bretlandi til Akureyrar og eftirspurnin í flugferðirnar sýna svo ekki má að villast að Akureyri er og verður eftirsóttur áfangastaður og ég tel þetta vera rétt að byrja og forráðamenn Superbreak eru spenntir fyrir komandi vetri. Við megum ekki sofna verðum þarna og við verðum að ýta á ríkisstjórnina að vinna í flughlaðinu og þrátt fyrir 4 fyrirheit á hverju ári þá bólar ekkert á þeim fjármunum sem við þurfum í vinnuna við flugvöllinn. Það eru 10 milljarða að fara í Keflavíkurflugvöll og á sama tíma er Akureyrarflugvöllur sem einn helsti varaflugvöllur Keflavíkurflugvallar í einhverjum biðleikvarandi flughlaði með úrvalsefni í jarðveginn á þröskuldum. Einnig þarf að fara í breytingar á flugstöðinni til þess að geta sinnt þessu millilandaflugi því eins og ég sagði þá tel ég þetta verið rétt að byrja og ég til framtíðina bjarta og þá þurfum við að fá ríkisvaldið með okkur í lið. Með við spilin sem þau sýndu okkur í fjármálaáætluninni, þá er ég ekki bjartsýn á það. En þá þurfum við að beita okkur öðruvísi því það hefur lítið verið gert á Akureyrarflugvelli undanfarin ár. En annars bara takk kærlega fyrir mjög góða yfirferð. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, varaforseti, taka við stjórn fundar sem kemur á við. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni Akureyrarstofu Unnari Jónssyni og starfsfólki fyrir góða vinnu.
og góða yfirferð hérna yfir okkar mál. Ég held að, ég veit ekki hvort ég sé alltaf að segja sama hlutin, en mér finnst að við eigum að segja svolítið ofta frá því og auglýsa það svolítið betur hvað við erum að gera ótrúlega flotta hluti. Ég held að séu fá sveitarfélög, ef nokkurt sveitarfélag, sem stendur jafn vel að þessu málaflokki eins og við, sem eru innan Akureyrarstofu. Menningamál og þau mál sem eru þarna inni varðandi ferðaþjónustu og annað, við erum að gera ótrúlega flotta hluti og við eigum að, þá er ég ekki að tala bara þessa bæjarstjórn, bara á undanförnum árum höfum við verið að vinna frábært starf og við eigum að fagna því og vera svolítið stolt af því hversu frábæra vinnu er unnið hérna. Það má vel vera einhverju upplifið það að þetta sé einhver svona mont, en þetta er bara staðreynd. Að ég held að sé fá sveitarfélög sem eru mjög mikið metnað í þeim málum, já bara almennt í nánast öllum málaflokkum, hvort sem það eru umhverfis, menningamál, ferðamál, íþróttur og tómstundir, velferðarmál. Það er nánast engin málaflokkur sem við stöndum ekki í fyrsta eða öðru sæti hérna á Íslandi. Og við eigum virkilega að fagna því. Við eigum líka að vinna því í þessu eins og öðru að reyna að sameina krafta, hvort sem það er sveitarfélag eða stofnana. Og ég held að það verði seint svo að menn hætti að ferðamálið eða eitthvað annað verði komið í það góðan farfi að við setjum ekki ennþá peninga í markaðssetningu ferðamála. Vegna þess að ég get alveg lofað ykkur því að Coca-Cola hættir ekki að auglýsa þó fólk sé að drekka þetta. Aðalatriðið er það að þú þarft að halda áfram að setja peninga í þetta, alveg saman þó að sé brjálað að gera þetta. Það er bara stór hluti af því að halda upp í ímynd og selja okkur sem áfangastað. Þá þurfum við að setja jafnvel enn meiri peninga í þennan málaflokk. Enn meiri peninga í að tryggja hér beint flug og það mun alveg tvímælalaust skila sér í kassan. Hvort sem það eru 20 milljónir eða 200 milljónir, það mun alveg margfalt skila sér í kassan. Og við höfum að horfa til þess. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum áfram að tala og auglýsum það, hversu ótrúlega marga flotta hluti við erum að gera. Varðandi atvinnumálin, það má alveg tvímælalaust gera betur þar. Og þó að ég segja að við séum að gera ótrúlega flotta hluti, þá er ég ekki að segja að það sé fullkomið. Það er ýmislegt sem á betur fara og það er varðandi kynningarstarf, það er varðandi að koma drögum varðandi atvinnumálastefnu betur á framfæri eða atvinnumál tvímælalaust. Og það er bara þannig með varðandi allar þær stefnur eða all okkar vinnu, við þurfum að koma yfir frá okkur að sé aðgengilegt og fólk viti af því, hvort sem það eru mína síður eða einhverja aðra síður, að þetta þarf að vera þannig að fólk viti hvaða þjónusta er í boði, það þarf að auglýsa svolítið þjónustuna. En ég held að þegar fólk viti hvað er í boði, þá áttu þau sig virkilega á því, hvað þetta er ótrúlega flott. Ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson tekur næst til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir hér þakka Unnari kærlega fyrir greinargóða skýrslu frá Akureyrarstofu. Ég vil líka þakka félaga Everhund fyrir mikla og góða yfirferð málefnið og ég sé sammála hverju einasta orði sem hún segir og reyndar líka þeim bæjarfulltrúum Dagbjörtu og Matthíasi. Áður en ég held lengra þá vil ég taka skýrt fram að hér tala bæjarfulltrúi en ekki starfsmaður atvinnuþróunarfélagsins. Því að það hefur komið fram í máli allra sem að hér að tala hugmyndir sameiningu
atvinnuþróunarfélaginu í Þingey og Eyjafjarðar og markastofunar við Eyþing. Ég er sammála Everhund í því að markastofan svolítið öðruvísi apparat. Þetta sjálfseignarstofnun sem að margir aðilar koma að og ég sæi frekar fyrir mér að Akureyrarbær svona drægi sig meira út úr þeirri rekstri, taki ekki sömu ábyrgð á honum eins og verið hefur fjárhagslega og hann yrði þá meira í höndum þeirra einkaaðila sem að eiga hagsmuna að gæta. Ég sé hins vegar ekkert að því að Akureyrarbær gæti verið einn af mjög mörgum þáttakendum í markastofunni. En bæði félagsformið eða rekstrarformið og ekki síður starfsvæðið gerir það kannski verkum að það svona það væri kannski erfiðar að sameina það rekstur. Það var að sameiningu við atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, þá hafa þeir félagar okkar fyrir austan og eru með ákveðnar efasemdir og ég get alveg skilið það, þeir taka það ekkert alveg úr blámanum að vera með ákveðna tortryggni, en ég er alveg viss að með tímanum að þá munum við vinna þá til okkar og eiga við þá samstarf á grundvelli þess að sameiginlega rekstur sé að ræða. Því að ég held að það sé alveg borðleggjandi að það er báðum til mikilla hagsbóta. Þannig í mínum huga það bara einfaldlega tímaspursmál. Og ég byggi þetta á því að það er bara komið miklu meiri reynsla núna bara undanfarnar vikur og mánuði af ýmsum samstarfsverkefnum sem við höfum átt með þeim og það er bara hreint frábært. Það hefur gengið mjög vel og það er bara miklu meira sem að sameinar hagsmuni þessara svæða heldur en eru samkeppandi. Við höfum líka lagt mikla áherslu á að vera í miklu góðu samstarfi við Eyþing og það hefur líka gengið mjög vel. Það er annars í varðandi áhersluverkefni sem við fáum fjármagnaða úr sóknaráætlun og í rauninni það alveg borðleggjandi því að það eru meira og minna sömu aðilarnir að það er hægt að sameina rekstur atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Eyþings jafnvel þó að Þingeyinga sé ekki inn í því til að byrja með. Til dæmis bara það að þessar tvær stofnanir eru staðsettar á sama stað í sama húsinu. Þannig að það er bara ekkert mál. Jafnvel þó við hefðum kannski tvær kennitölur til að byrja með. En það má alveg ná eftirsóknarverðum áhrifum úr rekstrarsparnaði með því að samkeyra þessa tvær þessi tvö félög. Eða þau byggðasamlög held ég bæði. Og ég get alveg sagt það frá fyrstu hendi að það er mikil velvilji hjá þeir sem þar starfa á báðum stöðum fyrir einhverju svona lausn. Þannig að ég held að stjórnir þessara byggðasamlaga gætu vel farið að ræða það hvernig við sjáum slíkan sameiginlega rekstur fyrir okkur. Þá var líka kom fram hjá formanni Akureyrarstofu að það er samstarf Akureyrarstofu og atvinnuþróunarfélagsins. Ég tel að það megi alveg efla og auka það samstarf og sporin hræða ekki í því. Við höfum tekið sameiginleg verkefni með mjög góðum árangri og við getum alveg ímyndað okkur á formið á því sé að það sé bara einhvers konar verklýsing sem atvinnuþróunarfélagi fengi frá Akureyrarstofu sem að við annarkvort báðir framkvæma ákveðna hluti eða bara atvinnuþróunarfélagi og þar bara liggi einhvers konar samningur eða verklýsing til grundvallar og það verið síðan bara einfaldlega framkvæmt. Hvað varðar önnur sveitarfélög það væri hugsanlega eitthvað viðkvæmt gagnvart öðrum en sami möguleiki á alveg að geta verið opinn fyrir önnur sveitarfélög. Þannig að koma því samstarfi á einhvern svona formlegri, þetta hefur meira verið svona áhugastarf bara hjá starfsmönnum þessara tveggja félaga eða sem sagt Akureyrarstofu og AFI og þar sem við höfum séð sameiginleg verkefni og sameiginlega fletti. Það er mjög skemmtilega að segja frá því að svona í ljósi þessara umræðna í dag að eitt sameiginlegt verkefni var ráðstefna sem að Akureyrarstofu og atvinnuþróunarfélagi stóðu fyrir flutning opinberra starfa
út á landsbyggðirnar. Og þetta gekk mjög vel og niðurstaðan af þessari ráðstefnu var að flutningur opinberra starfa er ekki bara raunhæfur, heldur mjög þjóðhagslega hagkvæmur. Ég held að við munum örugglega halda áfram með þetta verkefni. Okkur gekk kannski ekki alveg nógu vel að kynna þessa niðurstöður, okkur fannst það drukna í einhverju öðru, við kannski völdum ekki tíman eða ég veit ekki hvað, en þetta er bara þetta eru svo skemmtilega niðurstöður og góðar að ég er alveg vissum að við eigum eftir að eiga samstarf aftur það að hæpa þetta upp svolítið betur eins og sagt á góðri íslensku. Nú, með leyfi forseta, þá langar mér reyndar aðeins að misnota aðstöðu mína hérna núna og fá að tala sem starfsmaður atvinnuþróunarfélagsins og þakka kollegum okkar á Akureyrarstofu fyrir bara mjög gott samstarf og þar hefur engan skugga borið á. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson hefur lokið máli sínu og næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þannig að leggja bara orði í belgjarni í þessa ágætis umræðu sem hefur verið mjög upplýsandi og áhugaverð, verð ég að segja. Ég vil bara segja það svo að það sé bara skýrt að ég er alveg sammála því mín skoðun er svo að við eigum að sameina Atvinnuþróunarfélagið og Eyþing og þetta er mjög gaman og áhugavert að hlusta á það sem bæjarfulltrúi Baldvin var að tala hvernig samstarfsverkefni hafa svona sýnt fram á og það er líka svo góð leið til þess að vinna að svona sameiningu. Það er að fara í samstarf og láta hlutina þróast. Þannig að það er gríðarlega gott. Mér langaði að spyrja formann stjórnar Akureyrarstofu það sem hann nefndi atriði og samstarfssamningi meirihlutans að auka vægi lista og menninga í skólastarfi og uppeldi barna og hef ég undirbúninga stofnun listaskóla barna og unglinga. Mér finnst þetta nefnilega svo spennandi verkefni og ég myndi gjarnan vilja heyra hvar þau eru stödd því hann nefndi það nú ekki sérstaklega. Ég tek auðvitað undir bara á fagna menningarsamningnum og þar hefur Akureyrarbær auðvitað sýnt að hann vill styrkja sína stofnanir og mér finnst gott hvernig það er sett upp þegar að ríkið eykur í þá bætum við líka. Það er bara mjög eðlilegt að horfa á þessu leiðis og fagna þetta líka því að komin sé verðbóta ákvæði þarna inn í, ég held að það sé mjög mikilvægt en við þurfum líka að muna að við þurfum að halda áfram að berjast fyrir þessu stofnunum vegna þess að það er ekki alveg eðlilega gefið í því hvernig hugsað er rekstur þessa stofnana og framleitt til þeirra með við sambærilegra stofnana á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við þurfum bara að muna það. Það var gaman að sjá í aðgerðaráætlun með ferðamannastefnuna að þar var Grímsey í svolitlum fókus, en mér langar bara að nefna það. Ég held að mætti setja Hrísey svolítið inn líka vegna þess að ég held að þetta sé perla sem að má bara nýta mun betur og þetta var aðrir komið inn á mikilvægi kynningastarfs og markaðssetningar og ég held að þar þurfum við svolítið að gera betur og getum gert betur. En ég vildi bara minnast á Hrísey vegna þess að ég held að það sé bara eitthvað sem væri hægt að gera svo miklu meira með þegar það kemur að uppbyggingu ferðamennsku. Af því að það er auðvitað þannig að Akureyri sem viðkomustaður byggir rosalega mikið á því hvað er að gerast hérna í nágrenninu og afþreyinga og möguleikum hérna í nágrenninu. Og þetta er mjög ánægilegt að heyra þessar tölur gistingu og hvernig fólki fyrirfram búið ákveða að koma hingað. Þetta er bara mjög góð teikn og eitthvað sem við þurfum auðvitað bara að halda áfram að vinna að. Svo langaði mig að nefna að á sama tíma og ég er að fagna aukningu í skapandi starf frekar en í svona rekstur og steinsteypu að þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að kannski, og það er kannski eitthvað svona að því að nú erum við komin á svolítið góðan stað með okkar stofnanir, við erum búin að gera mjög vel við þar í byggingum, við erum búin að gera góða hluti í listasafninu, þar auðvitað eru koni möguleikar á því að listasafni sé raunverulegt listasafn, auðvitað þurfum við að skoða það hvernig við ætlum þá að fjármagna það að safna. En það tengist líka kannski því sem að mér langar að segja, það er það að við þurfum að hugsa svolítið grasrótina. Það er að segja hvernig ætlum við að styðja við þessa
þessa frumsköpunum, búið að minnast hérna á barnamenningahátíðina og einmitt þar svona, þar grasrótin að búa eitthvað til og það svo mikilsverði og við verðum bara að passa að styðja og vera jákvæð og styðjandi bæði andlega og fjárhagslega við svona og það var auðvitað skori hérna niður eftir hrunið og í samdrættinum það var skorið mjög mikið niður í menningarsjóði og það eitthvað sem við þurfum að fara að bæta upp og ég myndi segja að það ætti að vera svona okkar næsta svona forgangsmál í þessum málaflokki. Svo finnst mér líka bara frábært þetta með að var farið í að skoða húseignir og finna hérna svona betri not fyrir þær eignir og ég held að það eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa bak við eyrað og ég ætla bara að segja að ég veit að fyrir afli þá var það bara gríðal mikilvægt að komast inn í þetta góða hús Guðmundsminni og hefur breytt í raun og veru bara þeirri starfsemi eins með að taka sigurhæður undir rithöfundasetur held ég að sé frábær hugmynd og ég eftir að vera bara mjög gott mál. Talandi kynningar og markaðsmál þá held ég að og mér finnst svona, þú veist, það pínu leðilegt að sjá sko að það nú ár liðið síðan að við settum á stofn þetta frumkvöðlasetur og við vissum það þá að því ég var nú í þessari atvinnumálanefnd og þetta var nú held ég að síðasta sem að hún gerði ég ætla ekki að segja eina en að síðasta og við vissum auðvitað að í þenslu ekki sama eftirspurnin eftir svona frumkvöðlasetri og við gátum alveg vita það líka að það þyrfti þá að kynna það ennþá betur. Þannig að það kannski eitthvað sem að svona, þú veist, svolítið leitt að við séum að fatta árið seinna en ég meina kannski betra seint en aldrei en ég ætla að hvetja til þess að það verði það farið í það og í því samhengi þá langar mig að nefna og nú veit ég ekki hvort að það stendur því eitthvað fyrir þrifum að þetta í samstarfi við nýsköpunarmiðstöð en þarna myndi ég segja að væri hægt að styðja við þessa þróun sem hefur líka verið margar hérna sem störfanstaðsetningar það að segja að við eigum að styðja fólk við eigum ekki bara að gera kröfu á hið opinbera að flytja stofnanir þó við eigum að gera þá kröfu þá eigum við líka að geta bara ætlast til þess og við eigum að styðja okkar íbúa í því að sækja störf sem að sannarlega geta verið unnin án staðsetninga og þá ágætt að geta bent á ég meina eins og til dæmis í þessu nýsköpunarsetri að þar væri hægt að leigja aðstöð vegna þess að það gríða mikil atriði þegar fólk í störfum án staðsetninga að það sé ekki heima hjá sér að vinna það þarf að vera vinnustaður og það þarf að vera svona ákveðin umgjörð kringu það og ég held að við getum nýtt þetta frumkvöðlasetur það allavega ég vil bara leggja svona það í púkið í þessa umræðu að það geti verið möguleikar. Já og ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Baldvin fyrir að nefna þessa ráðstefnu þennan fund sem var haldinn það sem var rætt störfanstaðsetningar og þetta var gríðalega góður fundur en einmitt það heyrist ekkert mikið eftir hann og þar vil ég bara hvetja atvinnuþróunarfélagið til þess að bara standa sig betur, leggja bara meira áherslu á það hefur verið gríðarlega áhersla lögð á orkumálin og umfjöllun þau og nú held ég við ættum að taka fókusinn annað, ekki það að við að hætta að tala orku en ég held að þar búið að hamra gríðarlega vel á þeim málaflokki og ef við myndum beita okkur jafn hart í því að hamra á störfunarstaðsetninga þá væri landslagið annað í því, þannig ég held að við ættum að fara að gera það bara núna. Og ég held að það sé svona lykilatriði fyrir atvinnuuppbyggingu á svæðinu og það mun styðja líka háskólann, þetta eru störf sem að krefjast menntunar og þetta svona, og það eins og með flugja því að það var nú margir komið inn á með það, að þetta svona tröppugangur. Nú kom Superbreak og sýndi fram á vandamál, það búið að leysa einhver að verða leyst og það sama með störfan staðsetningar og háskólan og allt það einhverju, þetta þarf allt að spila saman. Það ekki bara eitthvað eitt sem laust, það ekki bara einn fókus og við þurfum að muna það að vera svolítið með yfirsýn yfir hlutina.
Og svo lokum varðandi upplýsingastefnuna, þá bara verið að taka undir með bæjarfulltrúa Everhund að drögin eru óspennandi og það þarf að gera betur og það þarf að gera binda og þá sérstaklega með áherslu á opna og gagnsæja stjórnsýslu, samskipti við íbúa og auðvitað vil ég segja bara hálffáranlegt að það sé ekki orðið nú þegar þannig að allar umsóknir til bæjarins fari í gegnum rafræna gátt. En við allavega þurfum að bæta okkur þar. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka Unnari fyrir þessa góðu yfirferð, en það svona nokkur hlutir sem ég langar aðeins að koma inn á. Ég ætla að byrja að taka undir það að ég til bóta ef AFE og Eyþing gætu sameinast og mikið hefur rætt það hér og ég get tekið undir flest og ætla því ekki að dvelja lengi við það. En það alltaf spurning hvort að markaðsstofan þyrfti að fara með en það þyrfti að skoða það betur finnst mér. En það nú bara með það eins og annað, ef við setjum meiri púður á eitt stað þá ljóst að við fáum meira út úr því. Og ég vil fagna því að heyra minnst á mikilvægi þess að tala menningamál sem atvinnusköpun. Það virðist oft gleymast í umræðinni menningu og sköpun. Eins vert að minnast á hvað menningin og listsköpun skila mikið til samfélagsins sem ekki metið til fjárs. Og svo verði ég að koma inn á markaðsmálin og ég geri það held í hvert einast skipti sem Akureyrarstofa hér til umfjöllunar. En mér finnst við geta gert svo miklu betur í að markaðssetja Akureyri. Og ég segi eins og einn bæjarfulltrúi sagði hér í pontu að þegar allir fá samviskubit yfir að búa ekki hérna. Og ég mikil áhugamanneskja að skilgreina betur fyrir hvað bærin okkar stendur. Hvað gerir okkur Akureyri hér á Akureyri eftirsóttan stað til að búa á eða heimsækja. Ég myndi vilja heyra oftar að Akureyri væri framalega í jafnréttismálum. Við værum heilsueflandi samfélag, við erum fyrsta samfélagi til að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, svo eitthvað sé nefnt. Og svo við höfum náttúrulega talað mikið fjölskyldubæinn Akureyri, en við fengum það svo sannarlega í hausinn síðasta haust. Þannig að við þurfum að vanda okkur og passa okkur hvaða slógan við notum. Og því við erum að gera svo frábær hluti hérna og eigum að draga það fram og gefa skýrt og greinilega út fyrir hverju við stöndum og markaðsetja okkur þannig. Þetta hefur mikið verið rætt hjá okkur á ellistanum og einnig í meirihlutanum og tekið vel í. Og það sannlega fagnaðarefni að nýju samningar hafa náðst á milli ríkisins og menningafélagsins. Það var alveg ljóst að í langan tíma hefur ekki verið jafnræði í skiptingu á milli menningarstofnana á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni eða réttar sagt Reykjavík og Akureyri. Þannig að það sannarlega komið tími til að það var klárað. Og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá fastráðna leikarinn í leikfélagið. Það skilar svo miklu, bara bæði inn í leikfélagið og gerir í rauninni vinnuna þar inni mun einfaldara og vandaðari. Og ekki síður skilar miklu bara út í samfélagið hér á Akureyri. Það einhvern veginn öðruvísi stemning mér finnst það einhvern veginn vera öðruvísi stemning í bæjarfélögum þar sem eru fastráðnir leikarar í leikfélagunum. Og ég bara fagna því mikið og eins finnst mér kannski ágeim hérna en mér samt vert að minnast á að nú líka mikið af leikurum fluttir aftur heim sem eru Akureyringar eða tengjast hér í sveitunum í kring sem mér finnst einhvern veginn hafa líka komið með ákveðin kraft hér í bæinn. Til dæmis eins og með vandræðaskáldum, svo eitthvað sem nefnt. Jóhann Axel, leikari, Cecilia, gera mjög flotta hluti. En það sem ég finnst kannski skorta í umræðina þegar við erum að tala menningafélagið og þessa sameiningu þessi 3 félög, skorta í umræðinu til, hvort hver niðurstaðan var kannski, hvort þetta var til hins góða eða hvort og hvað við hefum getið gert betur. Ég hef til dæmis óskað eftir því að það verði gerð úttekt hjá starfsfólki og jafnvel spurningar til bæjarbúa hvernig þeir upplifa þessa sameiningu. Erum við að fá meiri kraft í menningafélagi hérna á Akureyri eftir þessa sameiningu? Erum við með eitthvað handbært?
eru þessi 3 svið að vinna nógu vel saman. Dæmi má nefna að eitt leikrit hefur verið sett upp frá sameiningu MAK sem var samstarfsverkefni Ella og Sinfóníuhljómsveitarinnar, sem sennilega best sóttasta leikritið sem hefur verið sett upp frá sameiningu, en samt ekki verið endurtekið. Hvers vegna? Það hefur ýmislegt komið upp á þessum 3 árum til dæmis, varðandi fjármálavandræði, mikla breytingar á starfsmannamálum sem ég finnst vert að skoða betur og komast að hver rótin er. Hefðu þurft að fylgja betur eftir með breytingastjóra þegar sameiningin var, eða höfum við ekki enn fengið rétta manneskju í brúna? Rekstur MAK í öruggum höndum, það er alveg rétt, en hvað með annað? Mér langar að spyrja Unnar hvar það er statt með þessu úttekt, hvort og hvar það hafi verið rætt eitthvað frekar. Ég veit að þetta var rætt á aðalfundi MAK og ef ég skil rétt þá var það Akureyrarstofa sem átti að framkvæma þessu úttekt í samstarfi við stjórn. En þó ég sé að taka að mér að benda á bleikafílinn í herbygginu þá ætla ég samt að hrósa því sem gott er. Til dæmis hljóðverið sem var sett upp í Hofi og þá atvinnusköpun til hljóðfæraleika Sinfóníuhljómsveitarinnar. Frábært. Hver hefur trúað því að það hefði gerst fyrir 3 til 5 árum? Svo hefur einnig verið mikil aukning í ráðstefnuhaldi í Hofi sem er sannarlega fagnaðarefni og við þurfum að halda á lífi. Það að halda ráðstefninu hérna í bæ snertir á svo marga fleti, hótel, veitingastæði, bara mannlífi, svo eitthvað sé nefnt. Og ég tel ekki síður mikilvægt að nýta mannverki fyrir framhalds- og grunnskóla sem hefur sannarlega verið að gera og það er alveg hægt að fagna MAK, eða hrósa MAK fyrir það. Og ég fagna því hvað Hof og samkomuhús hefur verið opið fyrir leikfélögum framhaldsskólana. Frábært að sjá kraftinn í unga fólkinu okkar og fylgjast með hversu vel heppnað uppsetning leikrita þeirra hefur verið. Frábært. Einnig nauðsynlegt að unga fólki okkar þekki þessi hús og alist upp með þeim. Listasafnið. Ég hugsa að þetta verði eins og með Hof á sínum tíma, umdeilt í byrjun, en það mun engin efast uppbyggingu þegar upp er staðið. Það mun koma þarna arður sem verður ekki metinn til fjárs. Ekki það að síðustu ár hefur starfsemi Listasafnsins verið að vaxa og með uppbyggingu þá trúi ég að það vaxi enn frekar sem er mjög gott mál. Markaðstofan, frábært að fá súpubrauð hér á svæðið og Elja á vinnu sem er þeirra. Ég held að það hafi skilað því til okkar, hrós til þeirra. Í íþróttastefnu Akureyrarbæjar töluðum við íþróttamiðaða ferðaþjónustu og við höfum verið að gera vel þar og ég er viss að með góðu samstarfi og með Kristín sem sviðsstjóra höldum við áfram að gera vel og enn betur. Og svo að lokum þá, ég ætla að byrja að taka þessu með bæjarfulltrúa Matthíasar að mér finnst mikilvægt að við skoðum að alvarlega setja peninga í að koma á beinu flugi hér. Það er svo mikil lífsgæði sem fylgja því að þurfi ekki að ferðast 5 klukkutíma til 5 klukkutíma söður, jafnvel gista nótt áður en þú kemst í þitt ferðalag. Og við viljum ekki vera eins og hestarnir og fara aldrei neitt og sjá ekkert út fyrir Akureyri. Við verðum bara að tryggja það hingað. En að lokum þá verði ég að minnast á að mér finnst alltaf gaman að heyra þegar til dæmis eins og bæjarfulltrúi Eva kemur inn á gott samstarf og samráð allra flokka sem ég er sammála að sannarlega sé til staðar. En það er hins vegar rætt og þegar það er rætt að sín mál verða veruleika, þegar það er minnst á það, og sérstaklega þar sem hér á Akureyri er ekki mikill, eða hér í pólitíkinu á Akureyri er ekki mikill áherslu munur á milli flokka, þannig að það er kannski erfitt að eigna sér einhver ákveðin mál. Þannig að ég til að við eigum oft svona sömu hugmyndir þannig að við getum öll tekið hugmyndirna til okkar. Takk. Bæjarfulltrúi Silja Dögg á loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Akureyrarstofa.
Ég held að það sé búið að koma inn á mest allt sem ég hefði nú viljað svona dreipa á og er nú sammála svona í megindráttum held ég öllu sem ég upp hafa komið. Ég vil þakka fyrir þá, ber þakkir til allra þeirra sem hafa starfað í þessari nefnd og starfsfólk Akureyrarstofu. Þetta er sko langt frá því að vera auðveld og einföld nefnd þó hún sé getur lítið út til að vera skemmtileg og skapandi. Það er náttúrulega allt stútfullt af heimsmeisturum hann úti í þessum listakera sem vilja allir fá sitt sko. Þannig að það er alveg kraftaverk að geta haldið þessu öllu saman gangandi og ég spyr mér nú stundum, erum við að gera of mikið? Erum við að reyna að gera allt fyrir alla? Og erum við þá fyrir vikið hugsanlega að ná ekki einhverju bestu ný árangri því að við erum alltaf að henda 70% í það. Ég ætla ekki dæmi það. Ég hef ekki starfað í Akureyrarstofu en ég stundum sakna þess að við tökum ekki svona skarið í einhverjum ákveðnum málaflokkum, einhverjum ákveðnum þáttum. Við ætlum okkur að vera með langbestu lúðrasveit í Evrópu. Og við erum bara þekkt fyrir það. Er Akureyri þekkt fyrir alls konar? Eða erum við þekkt fyrir eitthvað? Við erum náttúrulega, hér er gott að búa og ég er ekki endur að segja að við erum að stefna að vera með bestu lúðrasveit í Evrópu. Það getur verið eitthvað annað mál. Þegar við kemur að listum og málum með Akureyrarstofu þá erum við með takmarkað fjármagn. Þetta eru klárlega málaflokkar sem þurfa mikið fjármagn ef vel á að gera. Ég treysti mér ekki til að velja á milli, þannig að gerir það held ég enginn. Þetta er vel gert. Ég er mjög ánægður með uppbygginguna í listasafninu og vil bara óska bæjarbúum til hamingju með flott listagil og stefnir í flott listagil. Ég verð nú að fá skjóta aðeins og þakka Sjálfstæðisflokknum sérstaklega fyrir mikinn framgang og hafa greitt götur þessa safns eða eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á. Að því hún kom inn á þá vildi nú svona aðeins minnast á það. Það var nú ekkert alveg svoleiðis. Við vorum alveg að tókast á þetta. Skiljanlega. Þannig oft með þessi verkefni við förum að stað. Kostnaðurinn er svona svolítið loðinn. Og ég er nokkuð sannfærður það að flestir hafi nú svona gert sig grein fyrir að þessi kostnaður gæti verið eins og hann er orðinn. Men bara segja það ekki alltaf. Eða með reyna áfanga að skipta verkunum og vonast til að geta stoppað, það er alveg mín skoðun. Kostnaðurinn við listagili í dag kemur mér ekkert óvart. Og ég sé ekkert eftir peningum í listasafni í dag. Ég held þetta eftir að verða bæjarnum til mikið sóma og vandinn snýr ekki endilega að byggja húsið heldur að reka það og nýta það. Og jafnvel horfa á þetta sem tekjulind. Nú, sammála öllum sameiningamálunum sem við komið inn á. Þetta er búið lengi í bígerð. Stundum er nú bara einfalt að taka sér í hnakkan á sér og rífa þetta í gang sko. Það er ekki eftir neina að bíða sko, bara þegar við gerum þetta. Það er alltaf verið að ræða þetta aðeins meira. Markaðsmálin, við erum að gera helling í þeim, við erum svo sem alltaf að gera það og held að það sé bara, ég hef sagt það áður að þetta er okkar stærsta og verðmætasta vörumerki, það er vörumerki Akureyrarbæjar og þar fer Akureyrarstofa með gríðarlega stórt hlutverk að koma því á kortið. Flugvöllurinn, við getum öll talið stóra ræður hann, en ég kom nú aðal upp til að þakka fyrir velunni störf. Nú, það er hægt að gagnrýna ýmislegt en það er líka ýmislegt sem hefur verið vel gert og ég held við séum á réttri leið þarna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tekið undir nánast allt sem hér hefur komið fram, sérstaklega það sem kom fram í máli Baldvins og bæjarfulltrúar Baldvins og Fundar og reyndar fleiri. Hér unnið að miklu leið til stórt og mikið og öflugt starf á Akureyrarstofu og ég ætla ekki að fara að bæta svo sem mikið í þá umræðu að ég held nú að ef við erum að tala að verða best í einhverju einu þá sé það kannski ekki það sem að hjálpa okkur vegna þess að ég lít á okkur sem borgar samfélag á landsbyggðinni. Við þjónum Norðurlandi öllu og Austurlandi líka stóru hluta sem menningar borg. Og maður sér það bara þegar maður fer á viðburði hér á Akureyri að það jafnvel bara meiri hlutin af þeim sem eru viðstaddir koma utan Akureyrar. Og ég lít bara á það sem stóran kost og við eigum að stefna því að sinna fjölbreyttum listum. Það ánægjulegt að sjá það að menn skuli vera að setja meiri pening í listina sjálfa. Og það bara skiptir miklu máli að listsköpunin það sem skiptir máli en ekki aðstæðan sem slík. Við getum deilt að sjálfsögðu það langt fram eftir nóttu ef við langar til þess hvort það hefur skynsamlegt að fara í það framkvæmdir alla sem farið var í listasafninu en það þýðir ekki neitt. Það búið að framkvæma þetta. Þetta komið og það bara verður og við bara tökum á því að sjálfsögðu. Og þá við bara að nýta aðstöðuna hvernig svo sem við gerum það og reynum að gera sem best úr því sem komið Það bara nákvæmlega sama og gerðist með Hof, þá voru sumir harðir andstæðingar Hofs á sínu tíma og njóta þess örugglega að koma í Hof í dag og þar fram til götu. En aðeins varðandi umfjöllunum mat og sameiningu, árangrinum af sameiningu í MAK. Það kannski svona spurning hvort það ekki fullsnemmt að fara í það í dag en það getur vel verið vegna þess að í raun þá lendir MAK í því bara á fyrsta ári að lendi í verulegum rekstrar erfiðleikum sem verið að bara klára í dag og það kannski ekki marktækt að meta þá starfsemi sem við vildum sjá þarna fyrir en að við erum búin að sjá kannski 2, 3, 4 ár þar sem að MAK í fullri starfsemi miðað við það fjármagn sem ætlað var í upphæði. Og það bara leiðinlegt að horfa upp á það, finnst mér, en núna á síðustu árum að leikfélagið lenti náttúrulega alvarlegum fjárhagsvandræðum á sín tíma. Það voru skorin niður framlög til leikfélagsins í kjölfarið til að mæta þeim halla. Það rétt að komast á réttan kjöl þegar MAK fer einhvern veginn á hliðina og það bitnar aftur á leikfélagina því að leikfélagið er komið inn í MAK. Að því leytinu til var þetta kannski neikvætt gagnvart leikfélagi eða hvað. En ég held að við séum að komast út frá þessu í dag og það bara grundvallar atriði í allri starfsemi, hvort sem eru listir, menntamál eða hvað annað í rekstri bæjarins, það skiptir bara máli að við séum að halda vel utan fjármuni og nýta það vel. Og þegar við lendum í svona áföllum, þá bitnar það á innra starfinu. Það bara gerir það alltaf. Þannig að ég reikna með því að við komum til með að sjá hér miklu öflugra starf, listastarf á næstu árum heldur en við séð hingað til. Og það alveg rétt, við erum að gera gríðarlega vel í þessu og við erum í raun og veru á sama stað með framlög til menningarmála eins og Reykjavíkurborg og við erum þess vegna borgarsamfélag hvað þetta varðar, það mjög spurning það. Varðandi ferðamennskuna, þá náttúrulega lykilatriði að vetra ferðamennska vaxi. Þegar maður skoðar fjölda gistinátt á hótelum á Norðurlandi, nú hef ég ekki Akureyri því miður, en oft þannig að Hagstofan Akureyri falin inn í Norðurlandi, þá allan að sjáum við það að gistinóttum hefur fjölgað, sérstaklega núna í febrúar og mars, og ég geri ráð fyrir því að það hafi verið fyrst og fremst ferðum Superbreak að þakka og þessi fjölgun sé fyrst og fremst hér. En við þurfum að gæta okkur því að vegna þess að það voru vísbendingar það að gistinóttum væri að fækka síðastliðið haust, seinni hluta sumars og haust,
og það er eitthvað sem við þurfum að bregðast í og það er náttúrulega millilandaflugið algjört lykilatriði. Og ég er ekki nokkra vafa um það að þessi menn að skoða varðandi Hlíðarhrygg og rekstur og uppbyggingu í Hlíðarfjalli byggist á því að hér verði beint millilandaflug. Ég bara trúi ekki öðru. Það er bara stórmál í þeirri uppbyggingu og þar skapast að mínu viti aðstæður til að ná inn gríðarlegri aukningu í vetrarferðamennskuna sem bara gæti skipt sköpum fyrir okkur hér. En að því við vorum að tala hérna ferðamennskuna þá var minnst hérna á þessa könnun sem að rannsóknarstofa ferðamála gekkst fyrir og ég var einmitt viðstaddur súpufundi daginn þar sem var að kynna síns niðurstöður og sér könnun gagnvart Akureyri. Ég sé ekki að það komi fram hérna í skýrslunni en þar kom fram að 99% gesta sem talað var við hérna á Akureyri, þeir voru ánægðir með heimsóknum til Akureyri. 1% var hvorki né og 0% óánægðir. Mér finnst þetta frábær niðurstaða fyrir Akureyri og við eigum að hampa þessu. Ég finnst það bara ekki nokkur einasta spurning. En hérna aðeins varðandi bara lítið mál en það sem snýr að kostnaðarskiptingunni innan málaflokksins. Það er frekar einkennilegt að sjá að það sé ætlaðar 173 milljónir króna til atvinnumála en megnið að því fer inn í rekstur Akureyrarstofu og stjórnar Akureyrarstofu. Allavega stór hluti. Þannig að ég hef álitið að það væri eðlilegt að Akureyrarstofa, reksturinn á henni og stjórn Akureyrarstofu væri þá undir menningarmáli vegna þess að megnið af starfseminni sem þar fer fram snýr að menningarmáli. Ég held líka að það sé eins og aðrir hérna nauðsynlegt að fara að vinna sameiningu Eyþings og atvinnuþróunarfélagana, hvernig svo sem við förum að því. Það er líka dálítið gott að fá það upp hér áðan að þetta er búið að vera á stefnuskrá allavega einhverra frambóða og sennilega meirihlutans 98-2002 og við erum enn á sama stað. Skrítið að við skulum vera enn á sama stað og gerum ekkert í málunum eftir áratugi bara eins og ríkið. Við þurfum að taka okkur taki og klára þessi mál. Ég held við séum búin að ræða það inn í hvert skipti sem stefnuræða hefur verið flutt málefni Akureyrarstofu. Og ég held að atvinnumálin á Akureyri séu miklu betur komið þarna inni vegna þess að við verðum að fara að hætta að horfa á Akureyri sem einangra fyrirbæri í atvinnumál. Við erum hluti af stærra hagkerfi sem er Eyjafjörðurinn og bráðum Norðurland eystra allt. Og þess vegna hefur við að horfa á þetta sameiginlega. Ég skil alveg tregðuna fyrir austan. Þeir horfa náttúrulega til þess að þeir rétt 6.000 þar á móti 24.000 íbúin hér og þeim finnst þetta bara ókveikjandi. En ég held að þeir hljóta sjá ljósið, eins og bæjarfulltrúinn Baldvin benti á, og þá er að aukast þarna samstarf á milli og ég er alveg sannfærður að þeir sjá ljósið í þessu innan skamms. Þetta er náttúrulega alveg grundvallaratriði. Hins vegar sé ég ekki endilega að við ættum að vera að blanda markaðsstofunni inn í þetta. Ég held að ferðamálin ætti að vera áfram hjá Akureyrarstofu. Það er greinilega mikil tenging þar við ferðaþjónustu aðila og það kom mér óvart þegar ég fór að sækja þessu súpufundi hversu vel þeir eru sóttir af ferðaþjónustu aðilum. Og það er bara greinilega góð samskipti í gangi og gott starf í gangi og ég held að það sé bara mikilvægt að halda því þannig í bíli en markaðsstofan er á starfsvæði Norðurlands alls en ekki bara Norðurlands eystra. Ég held að þetta bara bíða með það. Þetta er bara eins og með raforkuna og lagnirnar. Við erum að horfa á Blöndu, Akureyri og síðan Fljótsdal og Akureyri að hætta að tala sprengisandi bíli. Bara afmarka okkur og vinna þetta skipulega. Taka svo bara ákvörðun og vinna í henni. Það getur alltaf verið flókið. Er það?
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Nú tekur næst til máls formaður Akureyrarstofu Unnar Jónsson. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því bara að reyna að svara þessum beinu spurningum áður en ég fer í eitthvað annað, þannig ég gleymi vonandi engu. Gunnar Gíslason var að velta fyrir sér upphæðinu sem fer í atvinnumál. Ég er nú ekki alveg með þetta á takteinum, hvernig skiptingin en þarna undir meðal annars framlög til Atvinnuþróunarfélagsins, Markaðsstofunnar, Upplýsingamiðstöð ferðamála, Eyþing, Frumkvöðlasetrið og R66. Þannig að þetta svona, já, það ýmislegt þarna undir, en auðvitað er hægt að sjá þetta bara í bókhaldi bæjarins. Sóley spurði atriði í meirihlutasamningnum varðandi listaskóla fyrir börn. Ég hef nú velt þessu fyrir mig líka og ég verði nú að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þeir bæjarfulltrúar sem sömdu meirihlutann síðast, nákvæmlega hvaða skilning þeir lögðu í þetta. En ég hef svo sem svaraði áður á öðrum vettvangi að það sem bærinn að gera í því að bjóða börnum upp á að kynnast listum og læra að vinna í listum, að leikfélagið með sinn leiklistaskóla, það er ekki tónlistarskóli. Listasafnið hefur sinnt börnum mjög vel eins og Eva kom inn á áðan. Og ég er sammála því að mér kom það á óvart svona þegar maður fór aðeins að skoða þetta betur í ljósi þess að þetta tilheyrir Akureyrarstofu, hvað þetta er mikið. Og við vorum í heimsókn í listasafninu fyrir ekki löngu síðan og töluðum við forstöðumanninn Hlyn og ég gat ekki betur heyrt á honum en að það væri mikill hugur í honum að gera enn betur og bæta í. Það kann að vera að það veri hugsun í þessu með listaskólan að mynda einhvers konar valkost við íþróttastarf, en ég kann bara ekki að svara þið betur en þetta. Varðandi grasrótarstarf og menningarsjóðinn, að þá er ég og örugglega allir Akureyrarstjórar sammála í því að það mætti gjarnan vera meira fé í menningarsjóðnum, því að maður sér það ofta að það er ótrúlegt hvað listafólk sem sækir er að gera mikið, vinna mikið starf og það er sko allt mögulegt sem það finnur upp á og gerir þessi litli styrkur sem ofta tíma veittur í hvert verkefni, hann nýtist ótrúlega vel. Og auðvitað væri mjög þarft og gaman að hafa meira og þetta hefur aukist eitthvað á síðustu árum en mætti sannlega gera miklu betur. Silja spurði MAK og úttekt sem það var nefnt á aðalfundi MAK hvort að það væri ástæða til að gera úttekt. Gunnar Gíslason kemur aftur inn á það að þetta fyrirgeðu, bæjarfulltrúi, ég er ekki van við þessu orðfæri fyrirgeðu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á þetta líka og nefndi að það væri kannski ekki komið mikið reynsla á. Sko, ég veit ekki alveg hvort að bæjarfulltrúi Silja er að vísa í einhvað ákveðið. Við erum náttúrulega með svona ákveðið armslengdar fyrirkomulag gagnvart MAK og meðan að það er ekkert sem kemur kannski inn á borð hjá okkur, einhver sérstök vandamál eða viðfangsefni, þá kannski erum við svona í daglega ekkert mikið að skipta okkur af eins og starfsmannamálum og öðru slíku.
það sem gerðist auðvitað í MAG þegar það fór á stað og að ég trúi því að það sé eitthvað sem sé einstakt og gerist ekki aftur og þess vegna auðvitað höfum við fylgt í mjög vel eftir bæði bæjarstjórn og stjórn Akureyrarstofu að fá næstum því stöðugt upplýsingar rekstur MAG að það sé innan áætlunar og þetta sé í góðu horfi og allt saman í föstum skorðum og ég held við höfum ekki ástæðu til þess að trúa öðru en að svo sé. En þessi úttekt sem var nefnd þarna á aðalfundi MAG, hún var rædd meðal annars með bæjarstjóra og fleirum og svona, ég veit ekki nákvæmlega stöðuna á henni en eftir því sem ég kemst næst þá var settur svona þetta ákveðin frest með að vera í ganga frá samningum meðal annars við ríkið og þetta verður svona komið í aðeins fastari skorður. Þetta voru svona spurningarnar sem að ég tók niður sem að heldur beint til mín. Annars get ég bara sagt ég sammála svona flestu hjá eiginlega öllum. Bæjarfulltrúi Eva minntist á það að svona eftirfylgni með málum og auðvitað það þannig að það svona margt á dagskránni og óskalistanum sem maður vill gera nefnir og svoleiðis og svo svona gengur á ýmsu með að koma þessu í gegn. En þetta bara svolítið eðlisínu bærinn, allavega mínu viti, svolítið svona þungt apparat og ég ekki að segja þetta í neikvæðum skilningi, heldur þetta stórt kerfi og það þarf að gera hluti með formlegum hætti og koma svona réttan stað og réttan hátt. Ég sé nefnt sem dæmi að þegar ég tók við formennsku í stjórn Atvinnuþróunarfélagsins í byrjun þessa kjörtímabils að þá lagði ég fram tillögu að Atvinnuþróunarfélagið óskaði eftir við bæinn að skoða rekstur eða útbúa rekstur í Hlíðarfjalli. Ég var eiginlega hvergi fyrir var við andstöðu hjá nokkur manni við verkefni. Allir voru jákvæðir, það var búið að tala þetta í bænum í mörg ár held ég og margir svona með kannski sínar hugmyndir. Hins vegar það tók næstum því ár og þangað til við vorum komin með, má segja, svona heimild frá Akureyrarbæ til þess að vinna verkefni svona á þeim forsendum sem við höfum kynnt það. Það var ekki andstaða, þetta tók þennan tíma kannski að fá sameiginlegan skilning og vinna málinu svona þannig að svona myndi, kannski komið í þá stöðu að halda áfram með það. En andstaða var ekki til staðar. Og þetta svona, maður þarf svona aðeins að semja sér þolinmæði og skilning og aðstæðum, anda djúpt svona stundum, en þetta kemur og það alveg hægt að hafa áhrif og það hefur fólk held ég séð fleiri en ég. En það ýmsa að taka. Það rétt sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason segir með það margt að gerast og Akureyri klárlega höfuðborg og við eigum að vera stolt af því og halda því á lofti og það margt að gera sem Akureyri bara kemur ekki að, til dæmis græni hatturinn. Ég held að enginn geti ímyndið sér Akureyrarbæ án þessi frábæri tónleikastaður sé þarna með þessu ótrúlega úrval tónleikum. En það ekkert sem Akureyrarbær hefur gert en ég frábært fyrir það. Og það margt annað sem í gangi. Nýsköpunarsetur, ég aður einu í annað sem þessum punktaði hjá mér. Það klárlega að reyna að lokka þangað fleira fólk inn, en hugsanlega atvinnuástand það gott að það sé kannski minni eftirspurn eftir svona úrræðum, en ég held að þetta endilega halda þessu áfram og ekki gefast upp eða draga úr þessu. Svona hlutir þurfa tíma til að þróast og vaxa og dafna og vitneskjan þá að það tekur tíma að breiða hana út.
Ég vona að ég sé komið með svona allavega lungan af því sem var nefnt. Já, þessi sameiningarmál sem ég var nú að tala áðan Atvinnuþróunarfélaginu og því öllu saman, að þetta, mér finnst sko að þetta dropinn holar steininn og þetta mun koma og með eða án markastofu kannski ekki stóra málið, heldur að halda áfram og taka bara eitt skref í einu. Já, ég man ekki eftir fleiri svona í bili. Takk fyrir mig. Einar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá segir þessum dagskrárlið lokið.